Jörðin Lambhagi staðsett í Rangárþingi ytra við Eystri Rangá. Í hálfa öld hefur sama fjölskyldan stundað búskap á jörðinni. Þegar fjölskyldan settist að í Lambhaga, þá voru landkostir rýrir, mikið af melum, söndum og hefur Lambhagi á þeim tíma vart talist góð búskaparjörð. Fjölskyldan áratugaskeið hefur unnið að umfangsmikilli uppgræðslu og ræktun á jörðinni með góðum árangri. Og nú svo komið að stærsti hluti jarðarinnar gróinn. Með þessum aðgerðum hefur búskaparskilyrðum jarðarinnar verið umbylt og nú þar rekið stærsta búið á Rangárvöllum og þau víða væri leitað. Þar að auki skilar þessi vinna fjölbreyttum umhverfisávinningi með kolefnisbindingu, bættum vatnabúskap, hringrásun næringarefna og auknum líffræðilegum fjölbreytileika. Með uppgræðslustarfinu hefur fjölskyldan lagt grunn að búsetu og búrekstri í Lambhaga ókomna tíð. Þetta líka bara mikil viðurkenning á því starfi sem hér hefur verið gert síðustu 50 árin. En í dag það vel 50 ár sem foreldrar mínir keyptu þessa jörð og var hún þá mestmegnis sandur. Hún 430 hektarar og að stæðstu hluta sandur sem hefur verið ræktaður upp, ýmist breytt í tún, akra eða beitalönd. Hvernig var jörðin þegar þú ferð að muna eftir þér? Já, það var búið að rækta mikið þá en ekki nærriði allt eins og í dag. Síðasti sandstormurinn var hérna 1981 þegar ekki sást nema nokkur hundruð metrar í slæmu veðri. En hvernig búskap stundið þið á þessari jörð? Við erum hérna með mjólkukýr og holdakýr, nautakjötsframleiðslu. Nautgripirnir telja eitthvað 520 og einnig erum við með tæplega 100 kindur. Þetta segir okkur það ekki að það hægt að rækta sandana miklu meira en við gerum? Já, það ekki spurning og með þannan búskap höfum við stundið þessa landgræðslu samtímis sem sýnir að það líka hægt og við höfum bara náð að nýta það sem skepnan gefur af sér, búfjáráburðinn, og hann hefur hjálpað okkur gríðarlega að binda sandinn og loka honum. Þannig að það góð framtíð í landbúnaði hérna hjá ykkur? Já, það allavega framtíðin björt og allavega hjá okkur en þetta allt háð stjórnvöldum.